Brynjar Karl, velkomin til mín. Takk. Það ekkert langt síðan þú varst þetta síðast en það tilefni til að ræða málin. Nú eru fjölmiðlar farin að fjalla skýrslu eða álit sem að svo kallaður samskiptaráðgjafi íþrótta og æskulýðs starfs hefur unnið fyrir ISI eða KKÍ. Þetta mikil skýrsla, einhverjar 14-15 blaðsíður eða 20 blaðsíður. Það sem farið yfir í löngum máli hversu hræðilegar þjálfunaraðferðir þínar eru. Enn og aftur. Hættulegar börnum. Já. Og í raun og veru talað þetta sem einhvers konar költ sem að er svona verið að vara við samkvæmt þessu. Samskiptaráðgjafi segist hafa tekið viðtöl við foreldra iðkenda sem að voru í þjálfun hjá þér. Það eru einhverjir 6 foreldrar held ég sem eru týndir til í þessari skýrslu. Já, 3 frá 8 árum síðan. Já, ok. Og svo eru einhver 1 þjálfari og nokkur nöfn týnd til hérna. Hvað getur þú sagt mér þetta? Hvað eiga sér stað hérna í þessu áliti samskiptaráðgjafans? Ég er náttúrulega orðlaus og ég er búin að vera orðlaus í að verða einhverjar 6 vikur frá þetta var unnið. Og svo er málið það að ég er svona búin að vera að tísa þetta. Ég er búin að vera eiginlega svolítið egna samskiptafulltrúa núna í dálítinn tíma. Já, maður hefur tekið eftir í þessum framboðsræðunum eiginlega til forseta ISI. Já. Þú talaði að það fyrir að taka samskiptaráðgjafann í gegn eða? Já, og svo það er náttúrulega bara að taka þetta Múmindalinn í gegn, Laugardalinn. Hvernig túlkar þú þetta? Hvað er eiga sér stað? Þetta er að verða svo mikil sálfræði thriller. En fyrir þá sem hafa gaman af sálfræði thrillerum, þá er þetta svona B-movie, Það er þetta poppi yfir þessu og svona. En þetta byrjar náttúrulega á því að við stöndum í bíffi við KKÍ hérna á sín tíma. Sem fór ekki fram hjá neinum. Já, sem fór ekki fram hjá neinum og gera heimildamynd það og allt þetta. Og einhvern veginn er það þannig að ég er í þagnarbindindi á þessum tíma og fræða elitan og einhver svona elita í kringum Laugardalinn. Svona tekur að sér að sparka í mig liggjandi. Og svo þegar myndin kemur út, þá byrja ég að svara fyrir mig. Og ég hef svona lag á því að móðga fólk, en í raun og veru bara með því að, láta ekki valda yfir mig og svara fyrir mig. Og ég byrjar að sjá þessa taktík, menn eru alltaf að gera árásir á mig í skjóli einhverju svona nafnbóta og embætta og einhvers konar stofnana. Því að þá þurfa menn aldrei einhvern veginn að svara almennilega fyrir það sem er í gangi. Og svo er ég búin að í hverju einasta podcasti síðustu 8 ár, þetta stutt síðan ég byrjaði að fara í podcastin, það er einhver 4-5 ár, að kalla eftir samtali. Og það náttúrulega enginn til í það, en menn voru bara búnir að kommitta svo rosalega mikið á einhverja fyrirfram ákveðnar pælingar. Þannig að þegar myndin kemur út og upplýsingar fara að koma út, þá eru svo margir sem líta illa út. Og svo er þetta bara búið að vera þannig að það er bara mér líður stundum eins og ég sé dreki. Og það kemur hver svona réttrúnaði riddarinn og fætur öðrum og ætlar að sleigja drekan, Og svo bara þegar það gengur ekki, þá er alltaf uppgreitað. Þá kemur alltaf bara einhver nýr og það kemur einhver nýr og það kemur einhver nýr. Og það sem mér finnst svo áhugavert við þetta núna er það að það eru fáir þjálfarar á Íslandi sem eru undir jafn mikill í smásjá og svo er annað sem er alveg galið í þessu og það er það að Frosti, það er upptökuvél ég er með mæk á mér 24/7 Já, ég tek eftir því 365 í 10 ár og hugsaði til dæmis fólki sem er með öll þessi gögn þetta er bara, þau fara bara heima á æfingu og það eru bara 2-3 klukkutíma sem liggja fyrir. Það er að segja að þessi til upptökur af hverju einustu æfingu sem þú stýrst? Það bara liggur við. Og
sko segjum þetta væri 50% af öllum æfingum sem ég hef stýrt. Moment. Þannig að þú getur bara talað við hérna Möggu Jónasar sem að var hjá Sagafilm, þú getur talað við hérna Guðjón Ragnarsson, þau fengu edduna fyrir myndina, það er enginn að tala við fólk sem að með mestar upplýsingar. Svo það bara þannig að ég sko stæðstu mistökin sem ég hef gert hérna á þessari vegferð það að ég hef rosalega lítið tolerans fyrir foreldrum sem ætla ekki að styðja við börnin sín. Og ég með prógram þar sem að hérna mikill metnaður og ég búin að vera að þjálfa stelpur núna í þessi 10 ár. Dóttir mín var 18 ára núna á laugardaginn og það markaði svona 10 ára plan sem ég hafði til þess að hérna að sko breyta þessu umhverfi en aðalega breyta sko hafa áhrif á stelpurnar sem þurfa að vera í umhverfi sem ber rosalega litla virðingu fyrir þeim. Og svo bara gerist það hérna að við gefumst aldrei upp sko, náttúrulega þegar að stelpurnar sko, það voru fyrst mótmæli eða sko, það voru ekki mótmæli að vitundavakning þegar við förum fyrir utan Ásgarð, það sést í heimildamyndinni og fjölmiðlar einhvern veginn pikkuðu það upp, en ég var bara í þagnarbindu þeim tíma, skildi ekki hvað var í gangi. Svo droppa stelpurnar og það verður allt brjálað. Svo þegar myndin kemur út og þú manst vel eftir þessu, þú skildir þetta, myndin frumsýnd í Finnlandi og allir sko finnsku fræðingarnir sem að hafa þessa hæfileika til þess að sálgreina og félagsgreina í gegnum myndir eins og það sé hægt. Enginn kemst að sömu niðurstöðu og þetta sveitta fræðalið sem var bara búið að einhvern veginn geirnegla sig niður og þurfti núna að fara að reyna að bjarga andlitinu. Svo eskileitast þetta bara og við stofnum síðan félagið, förum upp á Kjalanes og þar í 2 ár neitar ISI að stofna félagið. Og það var fulltrúi frá aðferðin sem kom einmitt í þáttinn til þín og sín tíma í Harmageddon og í kjölfara myndin kemur út og byrjar að tala þetta bullying sem átti sér stað og þá var KKÍ búið að vera að henda út drengjaliðum hjá okkur út af einhverjum formgöllum í umsögnum og búandi til alls konar reglur og við gátum aldrei svara fyrir okkur því að við ætluðum aldrei að svara fyrir að myndin kemur út. Af því að þetta var bara svo erfitt og þetta bara sama sem ég að lendi í nákvæmlega núna. Þú veist, hvernig ámaður að fara því að hrekja einhverja ásakanir frá einhverju sérsamböndum og einhverjum samskiptafulltrúa þegar maður bara einhver yngri flokka þjálfari og enginn í raun og veru hefur áhuga á neinu öðru heldur en einhverjum fyrirsögnum. En þú veist, við höfum náð að búa okkur til plattform, svo bara heldur þetta áfram og þegar að svo þegar að spyrja það sko, hún segir í álitinu í neðanmálinu eða niðurstöðu á þessari skýrslu að sko þegar unnið með börn ber þjálfurum og leiðbeinendum siðferðileg og fagleg skylda til að tryggja að aðferðin þeirra sé byggðar á vísindalegri þekkingu og taki mið af þroska og velferð iðkanda. Aðferðir sem ekki rökstuddar með rannsóknum og vísindalegri þekkingu heldur einungis á innsæi einstaklings geta verið skaðlegar og eru óábyrgar. Þannig að þú búin að komast á herri niðurstöðu að þínar aðferðir séu bara byggðar á þinni hugmyndafræði og þínu innsæi sem að þú lýsir sjálfur. Býtu, hvað þjálfari með, þú veist, vísindalega documentation og bak við það sem hann að gera? Það ekki almennt þannig. Ég hef bara aldrei séð það. Nei. Ég hef bara aldrei séð einhvern þjálfara mæta og fara eftir einhverjum vísinda bókstafi í því hvernig hann þjálfa og svo er mjög áhugavert. Ég hef ekki heyrt þetta heldur áður sko. Nei, en svo er til dæmis þannig að það er vefsíða sem heitir sínum karakter sem á vegum ISI og það eru allir þeir þjálfara sem hafa kynnt sér það sem segja til dæmis að við tikkum í boxin þar. En þetta er náttúrulega allt bara eitthvað svona yfirborðskennt dæmi sko. En ég ætla bara að klára sem ég var að segja náðan sko. Svo er þetta raun og veru bara það að ég er búin að vera að veita þessari hvað kallar maður þetta, valda elítu niður í Laugardal, ákveðið aðhald og raun og veru konfronta og þegar þeir eru búin að reyna að
stofna ekki félagið okkar, saka okkur alls konar hluti, ég meni ég fekk mér þess að fund með formanni ISI þar sem hann viðurkenndi alls konar hluti fyrir mér, ég held ég að ég farið í gegnum það hérna síðast ég var í einhverju podcasti. Já, gera það. Já, og svo í raun og veru bara heldur þetta áfram og náttúrulega síðast þegar ég var hérna að þá var verið að saka mig það að hafa sko lamið stelpu og nýtt hana, þú veist, verið að níða hana með orðum og svo þegar allir sáu það býttu af hverju og hugsaðir og konan sem gerir það, hún til dæmis hún umsagnar aðili í þessari grein. Já. Og af hverju fór ekki samskiptastjóri og sagði við hana, heyrðu, við þurfum að skoða samskipti þín við Brynjar Karlsson að þetta bullying. Já, af því að fyrir þá sem ekki þekkja þá ertu sakaður af stuttri klippu að það er að sýna sem sagt að þú sett að beita iðkanda ofbeldi en þegar að lengri klippa var skoðuð og samhengið þá sást að þetta var alls ekki eins og fólk vildi leggja þau upp. Og þá fór fólk að tala það að þetta væri rosalega mikil harka og sem þetta ekki, þú veist, þetta er bara kappleikur og þá sýndu við þetta úr strákaboltanum í nákvæmlega sama og jafnvel verra samhengi og það samskiptastjóri ekkert að hamast í þeim. Nei. En sko, hættum að tala samskiptastjóra, sko, tölum Þóru Sigfríði, af því að það þarf að fara að draga sko persónuna til ábyrgðar. Þóra Sigfríður er samskiptaráðgjafinn. Hún er samskiptaráðgjafinn og það er persónuna bak við titilinn. Já, og ég meina, og hugsaði sko, þegar ég fer síðan að skoða hver hún er, þá er hún með enga reynslu í þjálfun, hún er bara sálfræðingur sem að fær einhvers konar embætti og hugsaði til dæmis þetta. Er hún íþróttasálfræðingur? Það held ég ekki. Og hún sem sagt fær vald til þess að gera umsögn með 6 nafnlausum aðilum. Vegna þess að allir aðilarnir sem þú lest og heyrir af, það er svo auðvelt að hrekja þá alla saman. Það er vísað í podcastið sem ég átti við þig hér, það er vísað í bloggsíðu hjá Þóra Akureyri, það sem að var bara, þú veist, öll liðin eru með einhvern aðila sem að gerir frétt bara sitt eigi félag og hann stóð fyrir aftan varamannabekki nokkur og var að hvetja dómaran til þess að dæma á liðið mitt og ég sá hann að drulla sér í burtu og hann var fúll og skrifaði síðan nýðskrein það hvað ég var í ómölugur samt var leikurinn í sjónvarpi og það var ekkert að sína fram á eitt enni þar, það er tekið til. Síðan er Pétur Makk sem er formaður sálfræði félagsins, ég hef aldrei hitt, hann hefur aldrei talað við einn með einhverja rosalegar kenningar eins og þetta sé einhver hálfguð í mannlegu eðli og og hverjir eru fleiri, já, svo mjög áhugavert að það er viðtal við formann Stjörnunar, Hilmar Júlíusson sem sko tók eitthvað geðveikiskast þegar 17 stelpur af 21 völdu að fylgja mér yfir í IR og hann vildi meina það að stelpunar væru eign félagsins og ég get sýnt fram á þetta, það er rosalega auðvelt fyrir mig að henda þessu út. Hann sendi þetta út allt og það endaði því að það þurfti að fara til Stjörnunar og krefjast lögregluransóknar, hann var orðinn svo grófur í því sem hann er að segja og þá var náttúrulega komið í ljós og Stjarnan var náttúrulega búin að fara yfir öll þessi mál þannig að þá var það í raun og veru þeirra ábyrgð. Þannig að það var þakkanir í honum, þannig að hann fór bara að vera kafbátur og alltaf þegar einhverjum líkaði eitthvað í mínu fari á samfélagsmiðlum að þá senda hann grein og það er helviti gott. Hann sendir sem sagt grein frá konu sem ég trúi að sé partur af þessu samsæri og saman sendaðu grein á DFF og þetta er fyrir 8 árum síðan og þar er í fyrsta skipti, ég er svo vanur með þetta sko, fyrir 8 ári síðan þá fæ ég sem sagt hringingu frá DFF og segir, heyrðu, þú ert á forsíðu DFF út af nákvæmlega þessum málum og ég sagði bara ok, ótrúlegt leiði ekkert alltaf vel með það sko og en þá gerist eins og þú hefur séð með allar þessar umsagnir sem að síðan hafa ringt yfir samskiptafulltrúa, ringdi yfir blaðamanninn, fyrrverandi leikmenn, fyrrverandi þjálfarar, kvöldið mitt. Já, jákvæðar umsögnir þig. Já. Og konan sem sagt ákveður að draga tilbaka og DFF segir að henni sé tvísaga. Þannig að hugsaður, DFF ákvað að púla þetta út og sagði bara við erum ekki með neitt í höndunum lengur og svona hefur þetta verið. Þannig að, sko, það sem ég finnst erfiðast við þetta er það ég vil láta rannsaka mig.
skilur, ég vil að það sé gerð alvöru rannsókn en þetta mesta hit job sem nokkuð tíman hefur verið gert og það þýðir einfallega það að hérna verið að sko að rýra sko trúveruleika svona hluta sko þarf alltaf verða djöflunum á vopni einhvern veginn og ég ekki komin hérna í raun og veru til þess að sko segja við fólk að ég sé ekki þess verður að fá alvöru rannsókn og ég í raun og veru í rannsókn allan daginn en það bara endalaust af fólki sem kemur inn og ég get ekki betur séð en að 90% af fólkinu sé að gefa mér jákvætt feedback, mjög jákvætt feedback, ótrúlegt feedback á það sem ég að gera og ég hlýt að taka því, svo kemur bara einhver aðili sko og þú veist, og það væri svo þetta bara svo, hugsaði sko ég plataði inn á fölskum, þetta byrjar þannig ég plataði inn á fölskum forsendum og var það þessi Þóra Sigfríður sem að plataði inn hún segist bara að spjalla við mig og ég segi, hefur mér verið gefið eitthvað á sök hún segi nei hún segi nei, þannig ég gæti ekki einu sinni undirbúið mig fyrir neitt en hún fullir þér að þessi rannsókn hennar, þetta álit unnið eftir að henni bárust sko fjöldin allur að fólk hafi leitað til hennar út af ofbeldinu í þér. Og það kemur síðan þegar ég búin að vera í viðtalinu þá kemur umsögn og þá bara hulunni sveiflað af og þá allt í hennu bara stendur hérna einhverjir 6 nafnlausir aðilar og hérna Hvað eru þau nafnlausir? Sko það hefur alltaf verið þannig að þegar að foreldrar sem eru fúlir út í mig og takt eftir því sko, það ekki beint verið að saka mig ofbeldi. Það eiginlega verið að saka mig að vera sko ömurlegur gaur og svona í að því sko að þetta sé köld, en köld náttúrulega ofbeldi, þú veist, ef þú ætlar að fara í þá skilgreiningu og hérna og það alltaf verið að teikna upp einhver svona narratífu sko. Og veistu að þetta sé allt frá 8 árum síðan eða eldra? Já, það alltaf stendur sko hvenær viðkomandi hefur samband eða á hvaða tímum viðkomandi var hjá mér og eitthvað svo leiðis. En pældi í réttaríki, pældi í réttaríkinu sko. Þannig að sko ef að þessir 6 aðilar, 6 aðilar, 8 árum síðan eða meira, 3 fyrir 8 árum síðan og svo 3 eitthvað nýlega og sko engin aðeim beint að saka mig ofbeldi það bara Brynjar notar einhver orð það einhver sko, það er bara erfitt að leggja þetta á minni stundum sko ég var sakað það og svo týnt út eitthvað sko Brynjar kallaði dótturinn að crybaby þú veist, og eitthvað bara svona, ég sagði, kallaði hana crybaby, ég getur örugglega vel verið að kalla hana crybaby. Frosti, hún getur ekki verið svo mikið crybaby hérna þó hún sé ekki að klikka á skotum, við þurfum að tala við hana. Hræðilegt. Þú veist, það er ekkert í samhengið þarna. Og Jóhanna, framkvæmdastjóri sem að hérna fór með mér inn á hana fund og Helgi lögfræðingur, við erum með sem sagt upptöku af fundinum sjálfum, það var ákveðið að taka sem sagt fundinu upp og amateur hour hjá Þóru Sigfríði sko, hún getur ekki einu sinni, ef þú lest transkriptið á upptökunni, þá sérðu hvernig hún að smíða í kringum setningarnar. Þú veist, þetta svo, þetta er bara með svo miklum ólíkindum, sko. Og hver að fara að skoða þetta? Hún Sigþrúður, heitir hún það ekki? Þóra Sigfríður. Þóra Sigfríður. Já. Hún segir, samskiptaráðgjafi áttar sig á því að leikmenn Aþenu hafa stigið fram á mótmælt þeirri túlkun að aðferðir og framkoma Brynjars Karls feli í sér ofbeldi. Í því samhengi mikilvægt að benda á að rannsóknir og ofbeldi sína að þolendur eiga oft erfitt með að stíga fram og greina frá reynslu sinni. Og hún er þarna að ávarpa það að séu margir sem að bera þér velsöguna, en hún skýtur það niður með því að segja að það bara kvöld, skilur. Þeir eru hræddir við hann, þessir iðkendur. Veistu hvað eru margir búin að senda henni eitthvað svona umsagnir sem að þú veist að eru jákvæðar eða sem að hafa lagt orðið í belg hérna. Já, Jóhanna hafði samband við mig, það fór á stað sá kvittur að þetta þyrfti að gera og það voru einhverjir leikmenn sem tóku sér til og töluðu við fyrrverandi leikmenn og svo náttúrulega bara allir þjálfarnir sem eru búin að vera hjá okkur og þau hugsuðu bara að býtu, akkur ekki verið að tala við okkur
og svo voru einhverjir sko sem sendu inn umsagnir áður en að málið var klárað og þar lýgur hún og segir að málið sé klárað og þú sást nú einn aðilann sem að sendi inn sem er faðir stúlku tveggja stúlkna segja sem með reynslu af sáttamiðlun og eineltismálum eineltisteymi Háskóla Íslands og sko, hann er ég las, þetta voru einhverjar 50 og eitthvað umsagnir sem voru alltaf langar þetta eru 75 umsagnir 75 umsagnir, þar sem fólk skrifa langar ritgerðir hversu góður þjálfari og leiðbeinandi þú ert en þetta er ekki tekið með inn í þessa rannsókn hennar Þóru Sigþrúðar ekki ein. Nei, og svo er annað að það er þjálfari sko, hugsaður þetta sko, þetta er svo rosalegt það er þetta eru 35 þjálfarar, ég held þeir veru 33 þetta eru 35 þjálfarar sem ég hef starfað og unni með, mjög náið síðustu 10 árin sem er alveg ótrúlega mikið sko og það er komin umsögn held ég frá þeim öllum ég líði ekki en enginn er nýtt í enginn, þetta álit nei, en það er tekin eini þjálfarinn sem var rekinn fyrir að vera sko fullur og mæti ekki á leiki hjá ungum drengjum svíkjast undan, ljúga það er sá sem að ég hef séð myndbandið hráður þar sem að hann er með einhverja fáránlegar þjálfunar aðferðir og þú ert að taka hann á teppið sem er bæði og ekki með ofbeldið en einu slíku, þú tala við hann bara mjög yfirvegað og hann það sést alveg á því myndbandi að sá aðili hefur fagnat tækifærinu að fá að ráðast á þig og hugsaði til dæmis það sko eins og varandi þetta hann kemur fram sko allir þeir sem að stíga inn í húsið og eru á æfingu þeir skrifa allir undir sem sagt skjal það að þeir séu meðvitaður það að séu verið að gera heimildamynd þannig er þetta búið að vera í 10 ár en hann er svo stúpid að hann áttar sig ekki á því að það er þetta bara að fletta upp í öllum samskiptum sem að við höfum átt og það er bara miklar samskipti en þú getur og ég segi þetta við Þóru Sigfríði og hún biður ekki einu sinni að skoða þetta hún biður ekki sko, og það sem var líka svo áhugavert við þetta var það að hún plata mig inn á fund og hún segir sko, fyrst segir hún að ég sé að koma að hitta hana og ISI fulltrúa hvaða rugl er þetta? Sko við stöndum í þvílíkum deilum við ISI og ISI fulltrúa þetta fólk er að setja sig í þvílíkar stellingar, þetta er algjörlega yfir okkur hafið. En er hún ekki að vinna þetta fyrir ISI? Jú, hún er að vinna þetta fyrir ISI og þetta er sendt inn til ISI og KKÍ og þú ert búin að reynast ISI erfiður ljár í þúfu, þú ert búin að vera með uppsteyt og að verja okkur þannig, og greinilega mjög óþægilegur hreyfingunni og þá er þessi samskiptaráðgjafi Þóra Sigþrúður send út á örkinni sem klára þig alveg með einhverju svona vísindalegu áliti að þetta séu óhæf vinnubröð sem þú ert að við þá þannig er ég að lesa þetta rétt þetta er bara algjörlega þannig og það hefur enginn, við erum búin að taka þetta í gegnum einhverja 5-6 lögfræðinga og þeir eru að horfa á tímalínuna hjá okkur sem er öll rosalega dokumentið því við vissum alveg hvað var að fara að gerast og sko ég er ekki sérfræðingur í lögfræði en þarna segja mér lögfræðir menn að þarna séu framin alveg þvílík lög, sko, stjórnsýslulög og það kemur ekki óvart. Þetta er bara galið sko þegar þeir eru að útskýra þetta fyrir mér, ég þekki þetta ekki, svo er mjög áhugavert vegna þess að það eru 2 alvöru vísindamenn í stjórn Aþenu sem er að fara í gegnum sko þessi vinnubrögð og þessa vísindalegu nálgun hjá Þóru og ég er ekki vísindamaður en það stendur ekki steinn við steini, þú veist það eru einhverjar rannsóknir sem eru vísaðir í sem eru einhverjir aðilar sko frá árinu 2000 sem voru ekki orðnir doktorar það eru fullt af hlutum sem eru ekki ritrýndir það er sko það er bara það er allt tekið úr samhengi þetta er bara, það er búin til því líka narratífan og þú ert í raun og verið að segja eins og þú sagðir á hann þú sagðir ég vil láta gera á mér rannsókn þá ert að minna að þú viljir að það sé tekið út og skoða
allt sem að hægt að skoða en ekki bara handvelja þá aðila sem að vilja koma þér fyrir kattarnef. Svo að þetta virðist vera. Já, og eitt sem var mjög áhugavert, sko, því að hún biður mig einhverjar, hún segir við mig að geti verið mjög gott að fá eitthvað svona documentation það hvernig ég sinni minni þjálfun. Ég get lofa þér því, þú getur spurt hvaða þjálfara sem á Íslandi og það enginn að fara að láta að hafa eitt eða neitt. Sérstaklega þegar kemur á hlutum sem hafa ekki, sem hafa svona með andlega og félagslega hluti að gera. Það sem áhugavert við þetta það að ég sennilega með í kringum 700 blaðsíður filosófíuna mína. Já. Og þegar einhver kemur til mín og segir við mig, ég er sennilega með svona, hvað segir maður, best skriptuðu filosófíu það sem ég geri. Og ég er ekki bara með filosófíu, ég er með heilu myndböndin af því hvernig ég kenni alls konar hluti, allt frá því bara hvernig á að takast á við kvíða, í það bara hvernig þú vinnur að því að vinnur með viðmið og gildi og ég kalla þetta 4 pairs of glasses, það sem að horfa á hluti með alls konar perspektíf og þú endar á því að finna gildin þín og býr til stefnuyfirlýsingu sem hefur síðan áhrif á markmiðið þín og svo þarf þetta að koma með alls konar hluti sem tengjast viljastyrk og þetta bara botlið, ég veit ekki hvaða hafa komið margir menn, Óli Stef, Óskar Bjarni Val, Freyr Alexandersson, menn eigi ekki nógu sterk orð utan hversu faglegt þetta er. Og metnaðurinn í þetta. Og þetta er alls svo transparent, skilur þú veist. En málið er bara þetta, hún segir við mig að við munum hittast aftur og auðvitað bjóst ég við því vegna þess að ég fekk engar spurningar að viti. Og ég segi bara, ok, svo er ég að bíða eftir því að fá tækifæri til að svara ásökunum. En í staðinn fyrir það að ég fá að svara einhverjum hlutum sem er í gangi og gera grein fyrir máli mínu, að þá býr hún til sálfræði thrillers narratífu í kringum þetta. Nú? Nei, þegar þú lest þetta, þá er þetta allt fært í stílinn. Já, með mitt. Þú veist, Brynjar telur sig vera með rosalegt touch. Brynjar, það stóð eitt, ég man eftir einu, þrátt fyrir ábendingar frá fræðamönnum og fræðasamfélaginu. Það segir hérna, þrátt fyrir ábendingar frá fjölmörgum aðilum, þar á meðal fagfólki og fræðasamfélaginu, virðist Brynjar Karl ekki hafa séð ástæðu til að endurskoða aðferðir sínar. Þetta er sérstaklega mikið áhyggjuefni. Já, herðu, og það sem er merkilegt við þetta er það að þessi endurgjöf sem ég hef fengið er í formi ásakana í podcastum og í viðtölum. Það tala um eitthvað svona eins og hún Hafrún íþróttasálfræðingurinn í HR kemur fram í einhverju viðtali og blammir einhverju á þig. Það eru ábendingar sem ef hann er að kenna þeim eitthvað þá er hann að kenna þeim að beygja sig undir vald og hún hefur aldrei komið á æfingu og aldrei talað við fólki okkar en hún hefur hugsanlega talað við einhverja foreldra sem ég hef móðgað sem stóðu ekki á bak við börni sín og það þarf ekkert til þess að móðga einhverja foreldra. Ég var einu sinni með móður sem átti 2 börn sem voru með klippikort á bugl og ég er að ná hörku árangri með dótturinnar og hún er að grilla dóttur sína með því að haltu mér, sleftu mér og stelpan er bara mjög óörugg í öllu sem hún er að gera og svo einhverjum tímapunkti að þá kemur eitthvað upp að stelpan fer grátandi út á æfingu því að mamman kemur inn og hún, þú veist, ef þú byrjar ekki æfinguna þá fær ekki vera með og þá kemur hún til mín og ætlar að saka mig kvíða barnsins og ég segi svona við hana og það voru síðustu samskiptin sem ég átti við hana þegar hún var svo móðguð, mikil smetin kona þarna í þessu samfélagi og ég sagði við hana einhverjum tímapunkti við hana þá þarfst þú að fara að bera ábyrgð á geðheilsu barna þinna. Þú veist þannig að, þú veist, where there is smoke, there is fire og hvaða þjálfar í dag ver sig svona og gerir svona. Það er bara you're truly hérna og þetta er bara nóg til þess að þú eignast helviti mikið óvildamunum og ég er endar þetta er flottur hörbalaf píramíti hjá Þóru Sigfríði að en samt lélugur segja að ná ekki nema 6 manns hún hefur örugglega getað fengið fleiri nafnlausar ásakanir. Ok, hún kemur hérna með eitthvað kafla þar sem hún útskýrir af hverju hún vill ekki tala við leikmenn að þennu. Það er að því að það vanvirðið hvernig gagvart þeim. Já, hún sagði algjörlega sniðgengur það að tala við leikmenn og iðkendur að þennu. Já. En af því að þeir eru bara dálitir og hafa ekki rými til þess að tjá sig eða eitthvað svona. En af þessum 75 umsóknum sem henni hafi verið sendar, það hljóta að vera einhverjum fyrrum leikmenn, eða ekki? Fullt af fyrrum leikmennum.
en það er bara, já, hérna, takk fyrir umsögnina, við viljum samt bara fá umsögnir frá fólki sem að vil tala illa Brynjar, þannig að Nafnlausar. nafnlausar, þannig að það er bara, það er siktað út og það er eingöngu 6 umsögnir sem eru frá foreldrum iðkanda frá 8 árum síðan eða eitthvað svoleiðis sem eru notaðar, þær allar nafnlausar, en 75 umsögnir eru bara 0 og nix og ekkert tekið. Og svo er bara annað, eftir að ég byrjaði að tala þetta, þá hefur haft samband við mig fólk og ástæðin fyrir því að ég er að taka þennan slag er vegna þess að það er fólk þarna úti sem hefur ekki sama plattform og ég og það er það er eitt sjálfsmorð sem að má rekja til vinnubragða inn í þessa stofnun nei, inn í samskiptafulltrúa og það er þjóðþekkt mál og svo eru 3 önnur sem ég er búin að hafa veður á, fólk hefur gefið svo tal við mig og eitt alveg sóðalegt mál og sko það sem við Þú ert að tala hann með handboltaþjálfarann sem að hann var einmitt í tengslum við samskiptaráðgjafa sem að hann var í samskiptum áður en að hann og hugsaði að pósturinn sem fer inn sem er aktað á að númerið undir póstinum er 5812345 Það er Dominos pizza Já veist, sem er kvartað undan honum sem er kvartað undan honum og hérna það er bara eins og Mickey Mouse hefur hringt og kvartað og þetta er veistu, það þarf og ég ætla bara að biðja fólk þarna úti að hugsa það vandlega hvernig við ætlum í raun og veru að treysta einhverjum einstakling einhverju sálfræði stofu út í bæ fyrir var samskiptaráðgjafinn þá líka þessi Þóra Sigfríður sko þetta er fyrirtæki sem tekur þetta og hún er framkvæmdastjóri þessa fyrirtækis og ég er að fá sko sögur og ég er að hvetja fólk til þess að stíga fram í þessu að dómgreinda leysið hjá þessari konu það er yfirgengilegt ég meina hugsaðar, hún fær sem sagt annan aðila sem ég ætla ekki einu svona að ræða hérna hann er bara non grata í þessu samhengi sem er starfsmaður hjá Stjörnunni sem sagði ekki orð við mig ungur maður einhver voðalegu spekingur í sinni fræði og sinni sálfræði þetta er bara þetta er eins og spænski rannsóknarétturinn þetta er svona En þannig að þú ert í raun og að segja að þetta álit, þetta plagg sem hefur verið pródúserað fyrir ISI heldur ekki vatni í raun og veru og ef þetta veit einhver svona rannsóknaraðferðum á þetta plagg það myndi skítfalla og við erum að fara með þetta inn í menntamálaráðuneytið og við erum að fara með þetta til umboðsmanns Alþingis og ég lofa ykkur því að þetta embætti verður lagt niður það er engin spurning í mínum huga og það sem við ætlum að gera raunveru á næstunni og ég held við þurfum að gera það, ég held að geti orðið alltaf áhugi fyrir því að fara yfir þetta allt saman lið fyrir lið og varpa ljósi á fáránleikan og ég er svo sáttur við það að það er ég sem er að taka þennan fæt vegna þess að það er engin betri í því og kannski ekki margir sem að hefðu beinin í það að fá svona vald þetta er náttúrulega stjórnvald sem að hugast í þér og það er oft sem að menn bara limpast niður þegar eitthvað svona stjórnvald er að pönkast á þeim Já og svo er líka svo áhugavert við þetta sko að það mætti halda það sko að og ég hef tekið eftir þessu með vinnubröðin hjá til dæmis bara ISI og Íþróttafórustinu og svo einhverjum svona aðila að það er svo mikil kraftur í embættinu að þau þurfi ekki að vanda sig og ég meina hugsaði til dæmis sko vinnubröðin við það að sko þau segja mér ekki einu sinni hver er réttur minn eða hvað ég á að gera ég átti bara að senda inn einhverjum skilaboð og það var alltaf verið að pressa á okkur og við sendum inn í lokin þá sendum við inn sko ég held að það hafi verið athugasemd við hvert einasta atriði í þessu þar sem við erum að bæði að hvetja samskiptafulltrúa til að kynna sér ákveðna hluti rekja, sína fram á að því að við erum með transkriptur og upptökunni þetta var sagt en þú segir þetta og svo framvegis við sko tók þeim langan tíma að klára síðan álitið eftir að öll þessi súpa af athugastöndum kemur inn hjá okkur það voru 24 tímar
Þannig að það var bara búið að skrifa þetta. Já. Þannig að Athugasemdunar var ekkert gert ekkert gert við þetta og það sem gott við það að það búið að leka þessu. En hvað, nákvæmlega með það, Þá getur fólk skoða þetta. Ég hefði ekkert mátt henda þessu út, sko. Hvað var sagt við þig? Hvað átti að gera við þetta plagg? Fyrir hvern var þetta plagg? Þegar hún var að hitta þig, Þóra Sigþrúður, og segjast þér að vinna þessa vinnu, að sagði hún, þetta verður síðan gefið út og verður opið öllum? Nei, þau nefnilega sögðu það ekkert, sko. Þau voru bara svona aðeins að kynna sér þetta. Ok. Hvernig stendur á því að Ríkisútvarpið komið með þetta í sínar hendur? Það getur ekki verið frá okkur. Nei. Þannig að þú sér það. Þessu hefur verið lekið. Þessu var lekið frá þeim, sem sagt þarna inn, að því að ég er búin að vera að kalla út ógnarstjórn Lárusar og sko KKÍ er náttúrulega sko komið nýjan formann, ég reyndar hringdi hann daginn, ég veit alveg hvar hann er í þessu, sko þar er bara ákveðin erðasind sem tengist þessu verkefni þegar að stelpuna droppu, það er ennþá rosalega skömm sem hvílir yfir þeim, þau hafa ekki tjáð sig það og svo getur bara vel verið að einhverjir á þessari sálfræðistofu hjá Þóru hafi í raun og veru lekið þessu að því að ég held að sé komið panik þarna inn. Það er rosalega ófaglegt að einhver á sálfræðistofunni hafi lekið þessu. Já, sko sálfræðistofunni eða ISI eða En það er auðljóst, það er vilji einhvers að þessu sé lekið og þetta er bara svo greinilegt og lögfræðingurinn og Jóhannes voru með mér sko þau voru bara alltaf að klípa sig, þau voru alltaf bara svona nei, þau get ekki verið að vinna þetta svona viðvæningslega af því að það verður svo auðvelt að hrekja þetta en svo bara heldur þetta áfram og þetta verður ekkert mál en það er sturlað að þurfa að takast á við þetta. Þú ert með lögmann og þú ætlar að takast á við þetta. Ég er með nokkra lögfræðinga, skal ég segja þér. Já. Þannig að we're coming, sko. Já. Og þú, eins og þú sagðir áðan bara að þú reikna með að þetta embætti samskiptaráðgjafi íþrótta og æskulýðsstarfsverði bara lagt niður. Ég fullir það, þetta embætti verður lagt niður. Og það átti að vera búin að leggja þetta niður. Og þetta er ótrúlega skömm. En einhver er það sem að sendir samskiptaráðgjafan á eftir þér, svo má segja. Þú veist, það er einhver sem er að siga honum á þig, er það ekki? Hvað heldur þú? ISI fórustan. Sko, svo er þetta alltaf áhugavert, sko, því að þegar ég er að tala við, eins og því ég talaði við formann KKÍ daginn og ég var að biðja hann að mæla með mér og hann var náttúrulega ekki til í það og svo berst talið eitthvað út í það sem er búið í gangi og þá segja menn eitthvað svona, hvernig það Brynjar? Hlýtur ekki að vera eitthvað að hjá þér þegar allir er á móti þér. Það er ekkert allir á móti mér. Ég meina, ég fæ brautagengi hjá KSÍ til þess að bjóða mig fram og UIA til að bjóða mig fram og svo framvegis. En það sem ég er í raun og veru að gera ég er að benda á þetta yfirborð inn í þessari elítu. Það er alveg á hreinu að það eru ákveðnir aðilar inn í fræðasamfélaginu sem njóta góðs af vinnu sem er í boði frá sérsamböndum og ISI og þetta eru varðhundar og það er ákveðnir aðilar og ég meina að þú sér það eru 18 aðilar í stjórn ISI sem að senda út yfirlýsingu út frá ofbeldinu mínu þó að sko sem að meintu ofbeldi mínu þegar að stelpunar eru búnar að senda út yfirlýsinguna skilur hver að fara þannig að þar getur við fengið sko 16 manns til þess að kvitta upp á þetta þannig að þetta eru alls konar einhverja svona skoðanakannanir þú veist sem eru gerðar þarna og ég meina þú veist og á fólk að finnast eitthvað skríti að það geti verið einhvers konar samstaða það að losa mig út ég meina það er ein skoðanakönnun sem var gerð í Biblíunni þú veist og fólki valdi Barabbas skilur mig ég meina þetta er ekkert nýtt frelsuðu Barabbas fyrir nú geta þær farið að kleima mig að vera með Jesú kompleksa skilur þú þetta er bara og það er ég fæ rosalega stuðning en meina ef þú ætlar að komast áfram í inn í íþrótta elítunni þá ertu ekkert að opinbera það endilega sko en þetta er alveg þetta er sóðalegt hitt jobb ég held að þetta sé nú bara byrjunin á einhverju svakalegri frétta það verður bara frétta marathon sem kemur upp úr þessu og það sem ég ætla að hvetja fréttamenn að gera
er það að við erum búin að sem sagt, við erum búin að gera transkript á viðtölum, þessu eina viðtali sem við fórum í gegnum. Við erum með allar þessar Viðtalinu við hana Sigþrúði hérna, Þóru Sigþrúði. Þóru Sigfríði. Við erum með allar umsagnirnar sem hafa verið sendar á hana, allavega mjög margar, það eru einhverja sem hafa ekki borist okkur, og við erum náttúrulega með athugasemdirnar, þannig að sko þegar fólk er að fara í gegnum þetta þá þarf það að skoða sko athugasemdirnar sem við í raun og veru gerum. Og ég vil segja sko það, því ég fekk að lesa, ég sá þessar umsagnir, það sem að því að þú veist, ég er alveg með gagnrýna hugsun og svona, ég get alveg séð, þú veist. Þú voru að passa það út í kringum mig, ég geti kvöltað því á 5 mínútum sko. Nei, sko, ég meina, maður getur alveg, og það getur hvaða blaðamaður sem er, lesa þessar umsagnir og reynda átt að sjá, veitu, er þetta allt skrifað undir valdboði og ofbeldi Brynjars Karls, er þetta allt einstaklingar sem eru skítræddir við Brynjar Karl, 75 talsins sem að skrifa þennan texta, eða getur maður séð úr textanum sem er langur og ítarlegur og einlægur sko, frá hverjum og einum að þetta sé sjálfsbrottið, þetta sé umsagnir sem að komi frá hjartanu, sem að séu fólk sem að vilji bera þér vitni en ekki af því að það er skítrætt við þig eða eitthvað svoleiðis. Það er mikill munur á svoleiðis umsögnum. Þú veist bara, þannig að þú veist, fólk á að geta með sjálfstæðri hugsun lesa umsagnirnar og þó að hún myndi segja, já það er ekki marktakandi á þessu, þetta er allt jáfólkið hans Brynjars. Þú getur samt lesið úr umsögnunum, þú veist, eitthvað sannleika sem þú áttar þig á, hvað, þú veist, af því að þannig, þú veist, ég gat alveg gert það þegar ég Já, en ég held að besta leiðin í raun og veru samt til að hrekja þetta, þú veist, af því að, sko, ég er svona efasemda maður, sko. Já, ég er það líka. Já, og mér finnst alveg fínt að fólk efist mig, skilur mig. Það bara ekkert að því. Og svo bara, en ef þú kemur og kynnir þetta og tala við fólk, þá er það sem skiptir máli, en það sem er glæpur í þessu eru vinnubrögðin við þetta. Þannig að sko leið og þú ert komið vinnubrögð sem eru svona, þá ertu farin að grafa undan öllum réttmætum rannsóknum. Ég meina, ef þetta væri lögreglurannsókn og á einhverjum meintum glæp og lögreglan myndi segja nei, við ætlum bara að yfirheyra vitni sem að vitna refsiverða háttsemi mannsins. Aðrir sem hafa eitthvað annað að segja, við höfum ekki áhuga að taka það með inn í rannsóknun okkar. Þetta er galið, sko. Það bara geðviki. Þetta er geðviki. Og ég hugsa bara, hvert ertu komin og hver treystir þessari konu fyrir þessu dóti? Og svo átta ég mig á því og nú verð ég að tala varlega, því ég er ekki með leyfi frá ákveðnum aðilum til þess að tala hluti sem að hafa verið að gerast þarna inni og það verður bara að stoppa þetta og ekki, sko, ég er ekki að biðja fólk að fyrirgera rétti sínum á því að efast það, kannski er ég köllleitói, kannski er ég bara fantur og með ekkert innsæi og einhverja svona hluti, bara leifum því að vera þarna. En skerið allan úr það með almennilegri rannsókn. Skerum almennilega út og gerum eitt, tökum svona glæpsamlega aðför, þetta er glæpsamlegt. Ef þú ert orðinn embættismaður, ég skil vel að þú upplýðar það þannig. Þetta er glæpur. Þetta ætti að vera hegning við svona hlutum. Ég tek undir það. Ég skil vel að þér finnist það. Og hugsaði síðan. Það er engin að pæla í því. Já, vöndum okkur við þetta að því að það sem er kannski í húfi er það. Hugsaði ef að ég fengi núna bara bann. Menn myndi bara segja, já, Brynjar hann bara færi ekki að þjálfa lengur. Og allt starfið upp í Efra-Breiðholti raun og verið hættu. Akkur gerum við þetta ekki almennilega, akkur skoðum hann ekki almennilega, að því að hún er að hinta því að það sé bara ekki gott að ég sé að vinna með Íslendingum og erlendum uppruna vegna þess að þau eru bara í stöðu sem ég get misnotað. Hvaða vibbi er þetta? Þú ert í Breiðholtinu þar sem allt er í bál og brand, þá er starf aðþunnu sennilega eina ljósið eða svona sem er þarna í... Já, en stoppum hann að því að hann er svo óþægilegur fyrir hreyfinguna niður í Laugardal. Já, merkilegt. Herðu Brynjar, ég vil þakka kærlega fyrir að koma og deila þessu með okkur og ég er viss að við eigum eftir að fylgjast með framvindu þessa máls sem er sannarlega ekki lokið. Bara allir að poppa og bara lay back and
enjoy. Þetta verður mjög spennandi. Karl, ég óska þér góðs gengis með allt það sem þú tekur fyrir hendur og þakka kærlega fyrir komuna. Takk fyrir.